skemmtilegi tónleikar fara fram í Hveragerðiskirkju á sunnudag og hann komin á línuna hjá mér, Hlöðver Sigurðsson. Góðan og blessaðan daginn. Sæl og blessuð. Hvað segirðu, sætabrauðu strengirnir? Hvað geturðu sagt mér ykkur? Já, þetta eru flotti strákar. Þetta ég sem svona að leysa Garðar Tór, Kortes af mig og í smá tíma. Já. Gissur Páll sem nú svona dálítið þekktur á Suðurlandinu, dálítið svona súkkulaði drengur Suðurlands, eða ekki? En ekki Kópavogsbúi? Já, hann segist að hafa búið þarna í Eyjum og svona, hann sitt dálítið tengdur þarna. Jæja. Og svo þetta náttúrulega Bergþór Pálsson sem allir kannast við og Viðar Gunnarsson, stór, mikill bassi. Já. Og við erum að koma þarna með tónleika, við ætlum að vera í Hveragerðiskirkju á sunnudaginn, svona við lok blómstandi daga. Og við erum svona dálítið spenntir og með okkur er Halldór Smárason, píanóleikari, sem að einmitt útsetur lögin líka. Þetta er mjög skemmtilegt, þetta er svona þekkt dægulegur úr ýmsum áttum, svona frá fúsalögunum, Stína og Stína, Hæ Mambo og svona. En þetta er dálítið svona með öðru ívafi. Við erum dálítið svona að grínast og hafa gaman. Þannig að þetta er léttara kannski en fólk heldur. Þannig að ég veit að allir sem að við erum búin að fara allt land og það fengi alveg rosa góða viðtökur. Já, frábært. Það var rosa skemmtilegt. Hafið þið verið að spila þarna í Hveragerðiskirkju áður? Nei, ég hef reyndar ekki verið þarna sungið í þessari kirkju áður. En ég er bara fullur tilhlökkunar að koma þarna. Þetta er náttúrulega fallegu bær og bara Suðurlandi. Ég vona sem flestir komi líka bara taki smá rúmt af Selfossi og Laugarvatni og eitthvað þarna í kring. Af því að við lofum alveg miklu fjöri, sko. En þetta er á sunnudagskvöld, eða ekki? Jú, þetta er á sunnudagskvöldið klukkan 8 í Hveragerðiskirkju. Já. Og það er miðasala við inngangin, en það er hægt að tryggja sér miða á ódýrara verði ef að fólk fer inn á miði.is. Já. Og þá er það eins ódýrara og kemur bara með útbrentun eða eins og þetta er í dag símanum bara, kvitturinn í símanum. Já, þetta er svo tæknilegt allt í dag. Já, þetta er orðið það, sko. Þannig að þið ætlaði að vera svona léttunóttunum, en það veit að þið eru nú mjög brósmildi menn. Já, við erum búin að ferðast núna allt landið og það er búið að vera dálítið mikið fjör hjá okkur, sko. Trúi því? Já, og við erum bara rosa spenntir að syngja þarna í Hveragerðiskirkju. Já, ég veit að það eru tekið vel á móti ykkur. Þetta er svona lokan hnykkurinn á blómstrandi dögum. Já, það er heilmikið að vera þarna og þetta er frábær helgi sem að ég fer alltaf með fjölskylduna mína á. Skemmtilegt að koma þarna og skoða allt og það er gott að klára helgina, held ég, að kíkja í kirkjuna. Þetta er ekkert of langt, þannig að fólk þarf ekkert að búast við einhverjum 2 tíma svona alvöru þrungnum óperu tónleikum. Nei. Heldur verður við á léttum nótum og fólk verður ekki svikið að þessu. Frábært, það getur tekið bara til dæmis börn í sig með, það er frýtt fyrir krakka, þannig að endilega takið bara krakkana með og þau hafa líka gaman að þessu. Við hefum verið alveg með frá bara 3 ára krökkum, sko, og upp í 100 ára, sko, á tónleikunum hjá okkur í sumar. Já, en skemmtilegt. Já. Gaman líka að spila vantilega fyrir svona fjölbreyttan hóp. Það er nefnilega svona skemmtilegast. Já, ég meira sé held ég að hafi á einu tónleikum hafi ein kona verið með þarna bara nokkura vikna barn, sko. Já. og það hefur örugglega skemmt sig mjög vel, sko. Já, en ég hvet alla til þess að eins og ég segi, ljúka skemmtilegum blómstrandi dögum með því að kíkja á tónleika hjá okkur. Já, endilega. Þetta eins og ég segi, fólk verður ekki svikið að þessu. Þetta eru léttir og skemmtilegir tónleikar og þetta er Halldór Smárason, útsettur og Bergþór Pálsson og meiri sér höfu fengið þess að pappans Bergþórs, hann Pál Bergþórs, veðurfræðing. Já. Til þess að þýða eitt texta þarna og þýddan yfir á íslensku
Barn náttúrunnar heitir það og það, við erum svona, við erum með mikið af skemmtilegum lögum þarna á Gríni. Já, og líka eitthvað sem fólk bara virkilega kannast við. Já, þetta allt sem fólk kannast við og við höfum svona verið farnir að auglýsa þetta svona eins og kabarett. Já. Þetta þannig uppsett hjá okkur, sko. Glæsilegt, gaman að heyra í þig Hlöðver og gangi ykkur vel með tónleikana á sunnudaginn. Takk fyrir það og bara góða helgi. Ég vona að hún takist vel þarna eins og hefur undanfarin ár. Já, við ætlum að fylgjast með þessu, við ætlum að vera í beinni í Hver að gera morgun, þannig að það hefur verið fylgst með þessu alla leið. Já, frábært. Allt er fína. Takk fyrir þetta. Já, sömuleiðis. Já, bless.